Svo bara korteri seinna, þá byrja síminn bara klikka. Viltu samþykkja $100, $200, $300, $400, $500? Netsvik eru orðin ein umfangsmesta glæpastarfsemi í heiminum, ásamt með ólöglegri vopnasölu og fíkniefnaviðskiptum. Heyrðu, ég eiginlega bara fer í tölvuna mína og sé þarna beiðni það að DHL vilji fá heimilisfang hjá mér. Morgun einn sér Hafdís Rúnarsdóttir tölvupóst merktan DHL þar sem hún sögð eiga pakka en rétt íslenskt heimilisfang vanti. Í póstinum voru nefnd 2 heimilisföng í Bandaríkjunum þar sem Hafdís hafði einmitt verið árið áður. Svo ég gaf upp mínu adressu en leiðinni gerði ég mistökin að opna fyrir þess að svo þurfti að borga eitthvað 1900 kall fyrir þennan pakka og þá var hann kominn. Og ég gerði það, borga fyrir hann og svo bara þetta búið. Svo bara korteri seinna, þá byrja síminn bara klikka. Viltu samþykkja $100, $200, $300, $400, $500? Hafdís hafði veitt svindlurunum aðgang að vísakortinu sínu í eitt skipti, en þeir létu nú greipar sópa kortareikninginn hennar. Hafdís trúði vart eigin augum því hún var viss að hún hefði ekki samþykkt þær færslur. Þegar þú samþykkir rafræna auðkenningu, þá ert að opna á allt. Fjármálaupplýsingarnar einar, þú ert að opna á fjárhagslegar aðgerðir. Hafdís furðaði sig á því að svindlararnir vissu hvar hún var á tilteknum tíma í Bandaríkjunum. Og ég var að segja mörgu þetta lengra í ferlinu að þeir hefðu verið með þessa adressur og þeim fannst það mjög skrítið. En ég var svo vitlaus að ég féll fyrir þessu. Já, þetta getur nú ekki verið neitt sem að veit nákvæmlega hvar ég var í Portland og Nashville. Það getur bara ekki verið. Það svo auðvelt að verða fyrir svikum. Þetta bara meikar sens fyrir þig. Svikararnir eru í einhverjum tilvikum búnir að afla sér persónuupplýsinga í gegnum gagnaleka, þar sem ýmislegt atferli fólks, ferðalög, innkaup og fleira að finna, en nota einnig til þess samfélagsmiðla. Þetta nokkuð klassískt dæmi. Það eru líkur á því að þeir hafi stúderað hana á samfélagsmiðlum, séð myndir af ferðalaginu eða frásagnir eða eitthvað þess áttar. Þessu tilfelli bara, já, ég var í Bandaríkjunum, ég var með heimilisfangi þar. Ég hef fengið sendingu frá þeim, ég held áfram og ég bara geri þetta, ég á von að pakka þetta til dæmis. Mér fannst þetta svolítið svona niðurlægjandi að lenda í þessu. Mér fannst ég vera svona eins og einhver algjör hálfviti og svo þegar ég fór að tala þetta við fólk að þá var fólk samt að segja já, bara samhryggist þér, ég lendi í þessu líka og þú færð þetta aldrei aftur. Helsti lærdómurinn hversu rauninni víðtækan aðgang rafræn skilríki gefa í okkar umhverfi og bara hér á Íslandi. Við þurfum að staldra við og spyrja okkur, af hverju ég að fá þessa tilkynningu? Af hverju að fá upp þessa auðkenningu?